Heil og sæl, nú velkomin í þáttinn milli himins og jarðar. Í dag ætla ég að bjóða ykkur til prestastefnu. Ekki hlaupa frá skjánum, þetta verður alveg skemmtilegt, ég lofa ykkur því. Ég hef fengið hér 2 kollega mína, af því ég sem sagt prestur sjálf. Svona til þess að ræða þetta, ég vil eiginlega segja skrýtna starf, því að ég myndi kannski aldrei halda því fram að þetta væri eitthvað erfiðasta starf í heimi, það mjög erfitt að ákvarða slíkt. En þetta mjög óvenjulegt starf að mörgu leyti, stundum svolítið skrítið, mér finnst það mjög skemmtilegt, krefjandi, oft flókið, en fyrst og síðast það gefandi. Og mér fannst svolítið gaman að fá til mín fólk á ólíkum aldri sem að kannski hefur svolítið ólíkan bakgrunn, kemur inn í preststarfið svona með ólíkan bakgrunn, ólíka reynslu og sögu að baki. En hér ég samt sem áður með, sem sagt, og það svolítið skemmtilegt, prest sem starfaði í Akureyrarkirkju í nokkuð mörg ár og síðan prest sem starfandi við Glerárkirkju. Og þau hingað komin. Jóna Lísa Þorsteinsdóttir, sem einmitt var prestur við Akureyrarkirkju, og Jón Ómar Gunnarsson, sem prestur starfandi við Glerárkirkju. Verið velkomin. Takk. Gott að sjá ykkur. Leiðis. Ég ætla nú ekkert að láta ykkur eitthvað rekja ættir ykkar sérstaklega, en ég þykist þó vita að annað ykkar að norðan og hitt að sunnan. Það ekki rétt hjá mér? Jú, ég allavega að sunnan. Þú ert að sunnan? Já. Það svolítið gott, Jóna, nú ertu búin að vera starfandi hvað lengi í Glerárkirkju? Í rúmt ár. Í rúmt ár. Ekki komið tíma að þú svona aðeins flettur upp í Íslendingabók fyrir okkur og segir okkur hvaðan þú kemur? Já, ég leitaði áður en ég kom því að mér var sagt að ég hefði geta rekið mig hingað. Já. Og ég gat rakið mig til Jóns Arasonar. Á Hólum. Á Hólum. Það eins langt og ég kemst. Það hinum megin Tröllaskagans. Þannig að ég kemst ekkert mikið nær. Nei. En kona mín ásamt amma hennar, hún úr Svarfaðardalnum. Þannig ég svona nýtt mér það aðeins. Já, 1 stig fyrir það. Já. En ég fæ ekki fleiri stig fyrir að vera afkomandi einhver. Annars ég bara sunnlendingur. Sérfræðingur á sunnan? Sérfræðingur á sunnan. Og tala ekki rétt og allt svoleiðis. Jú, þú tala bara svona míkra. Já, svona míkra, já. Ertu sem sagt Reykvíkingur? Já. Í húð og hár? Já, ég held það. Það má segja það, Reykvíkingur og ég fæddur í Reykjavík og svo amma mín var fædd í Reykjavík og svo voru hinn amma mín var frá Flóanum og afi og svo frá Keflavík einn afi. Þannig að þetta allt svona sama horninu. Já. En Jóna Lísa, þú að norðan? Já, ég fædd og uppalinn hérna. En ég fór alltaf lengi burtu. Já. Ég fór 19 ára og bjó í Þýskalandi og Reykjavík í 31 ár. Já. Kom 50 norður aftur sem fræðslufulltrúi fyrir Hólabiskupsdæmi. Og já, ég var það í 3 ár þar til ég var vígð sem fræðslufulltrúi. Ég fékk prestvígslu. Það svolítið gaman nefnilega, ég þykist vita það þið farið inn í þetta starf náttúrulega mjög ólíkum aldri. Þú, Jón Ómar, tiltölulega ungur þegar þú vígist prestur, 26 ára gamall. Já. Og þú varst komin miðan aldur. Já, ég hérna rúmlega 50, 950, þegar við flytjum norður. Og já. Ég man eftir þér í Laxdalshúsi, þá var ég alltaf ég skúraði. Já, mennskelingur. Ég man eftir þér. Kom og skúraði. Þetta man ég þér. Það voru fyrstu kynnin. Þá var ég að skúra í Laxdalshúsi og þú að fræða líðin. En ástæða fyrir því, Jón Lísa, þú ferð út í presskap. Hver hún svona ef þú ferði yfir sviðið og reynir að setja fingur á það? Hvað var það sem rak þig áfram? Ég man nú alveg mómentið sem að ég ákvaða að fara í guðfræðideild. En þá var ég alls ekki á leið í presskap. Það kom til eiginlega í framhaldi af því að ég hafði verið ég var kennari í Verslunarskóla Íslands nokkuð lengi og leiðsögumaður á sumrin og fór síðan í áfengismeðferð 82 og fékk upp úr því alveg gífurlegan áhuga fyrir að búa fagnaðarerindið. Mér fannst þetta svo stórkostlegt allt.
og ég vann líka í áfengismeðferð, ég sagði upp starfinu mínu í Versló til að fara að vinna í áfengismeðferð og vann í Danmörku hríð og líka hérna á Íslandi eða í Reykjavík og stöðin í Danmörku hafði farið á hausinn og ég var komin heim með litla strákinn minn og vissi svo ekki hvað ég ætlaði að gera. Allir segja það laus staði í Kvennó sagt hana og ég var að nei, ég segi ekki upp þýskukennarastarfi til að fara í það aftur. Og þá kom það til mín bara út á götu, ég get bent á staðinn. Af hverju fer ég ekki í guðfræðideild og athuga samhengið? Þetta var svo mikil upplifun fyrir mig að fara að fylgja 12-spora-prógramminu og ég var svo viss að trúin og hefði þetta mikið að segja. Þannig að það eiginlega svona byrjunin. Ég fer í guðfræðideild án þess að ætla að gera meira en taka BA. Og svo bara tók guðfræðideild mig. Og ég ætlaði heldur ekki starfsþjálfun sem að þá var boðið upp á. Mér fannst það óþarfi að ég ætlaði ekki að vinna við þetta. Ég ætlaði að vinna við áfengismeðferð. En það kom alltaf einhverju góðir vinir og svona réðu mér frá því að sleppa þessu og þessu tækifæri. Svo sem eins og að sækja Akureyrarkirkju þegar það að koma. En ég mér finnst ég hafa bara verið leidd. Þetta var einhvern veginn mjög sérstök leið og ég held bara að þetta hafi allan tíma verið meiningin. Ég þurfti fyrst að safna reynslu og hún hefur komið sér mjög vel í starfinu. Svo reynsla sem ég komið inn í það. Heldurðu að, getur ímyndaðar að það hefur bara ekki farið í guðfræði og orðið prestur ef það hefur ekki glímt við alkohólisma og farið í meðferð? Alls ekki. Nei. Það er alveg ljóst. Já. Ég þurfti að fá svona upplifa eigin upprisu, Já, þú þurftir upplifa eigin upprisu. Já, til að fara virkilega að leita aftur að Guði, og svona langa til að nálgast hann aftur. Og annars hefur bara dvalið í þýskunni. Nei, ég hefði örugglega verið eitthvað í svona ferðamannabusiness og flækingi. Ég náttúrulega er alltaf svolítið starstruck nálægt þér vegna þess að ég fæ stjörnurík í augun sem að tala um íslensku af því að ég veit að þú ert upphafsmanneskjan að æðruleysismessunum. Og þegar ég var ungur guðfræðinemi í Reykjavík þá fór ég stundum í Dómkirkjuna því þar voru æðruleysismessur og mér fannst þetta dásamlegar. Og svo komst ég að því að það hefði verið þú sem byrjaðir með þetta. Hvernig kom það eiginlega til? Nú, Guð sendi mér hana. Þetta er svo auðvelt. Ég, Svavar Alfreð var staddur heima hjá mér. Daginn eftir að maðurinn minn dó. Á leiðinni heim úr vígslunni minni og fórum að byrja að tala útferðina og barnsfaðir minn sem býr í Svíþjóð kom til að svona annars gefa stráknum sínum bara að gefa honum daginn því að það var allir í sorg. Já, og og þá fer hann Guðni, barnsfaðir minn, að segja okkur Svavari frá að þetta sé til í Svíþjóð og við urðum bæði mjög uppnumin og ég skrifaði út. Bað hann að gefa mér heimilsföngunöfn og ég skrifaði út, komst í samband við 2 svona af upphafsmönnum og fekk ramman, ritualið, söguna og var svo lánsöm þegar Brómadíalógan sem upphafið að þessu var 10 ára að fá að fara á afmælishátíðina þeirra og hitta sjálfan aðalmanninn, Harry Monsus, sem sá sem að byrja með þetta, Helgi Halda, því að hún finnst kallað eftir því af fólki sem nýkomið úr meðferð og leitandi og fann ekki einhvern veginn. Vá, ég fæ alveg gæsahúð þegar þú ert að segja mér frá þessu. Fyrst og fremst að því ég fór alltaf að hugsa að það er svona 2 svona þjáningarsögur í þínu lífi hafa verið uppbreytta vonar fyrir aðra. Já. Þá skildi gefast upp fyrir alkoholisma og svo missirðu manniðinn og þá kemur til þín einhver hugmynd þannig að í 2 skipti sem þú hefur upplifað stóra og mikla þjáningu að þá verður hún að einhverju upprisu, ekki bara fyrir þig heldur annað fólk.
En þetta nákvæmlega sko þannig sem að ég sé líka starf Guðs. Ég sé hann nota okkur svona og mér finnst ég mjög blessuð og hafa verið mjög lánsöm. Ég er mjög sátt og glöð kona þetta. þrátt fyrir allt. Sko. Já. Allir þurfa að gangi gegnum eitthvað. Jú, það vist aldrei þar. Og að það fái að verða til góðs, þetta er ósannlegt. Það rosalega mikilvægt. Jónamar, þú ert svolítið, sko, þú kemur úr hvað? KFUM eða hvað? Já, líka. Já. Má segja það. Ég sko var í KFUM þegar ég var drengur, bara í drengjahóp og svo fór í saumabúðir, Kaldárssel. En ég sem sagt eiginlega bara svona eftir fermingu að þá bara svona fylgi ég bara strauminu með eitthvað annað og kem eiginlega ekkert aftur í KFUM og kirkjuna fyrir sko bara 20. Varstu það ekki fyrst verið í lögfræði? Jú, ég sem þetta ætlaði mér aldrei að vera prestur. Sko. Það var eiginlega svona óvart. Ég sem þetta fór í lögfræði og var í lögfræði og kláraði þetta sem ég kallaði almennu lögfræðina og var búið með það og var komin til að halda áfram. Og þá bara, einhvern veginn, var svona augnablik vonleysis og tilgangsleysis bara. Í almennunni? Bara í lífinu. Og í almennunni líka. Og ég bara, hvað ég að gera hérna? Og ég svona áttaði mig fljótlega því. Ég var bara að læra lögfræði svona í leita einhverju viðurkenningu. Að vera svona viðurkenndur sko. Og sá svona að ég væri kannski svolítið mikið að sækjast eftir því. Og í staðis bara að fá að vera ég sjálfur. Og þá fór ég svona spá svolítið í trú og andlegu lífi sem leiddi mig eiginlega næstum því að þeim stað sko að ég varð eiginlega að gera upp svona við barnatrúna. Já. Og það voru svona ákveðnar spurningar sem mér fannst barnatrúin ekki svara. Og þessum tíma eru flestir vinir mínir svona bara ganga eiginlega eins og margir á mínum aldri þá, 20 eru svona að gera upp við sín hennan bakgrunn, barnatrúna og eru jafnvel að hafna trúnni eða setja hana svona til hliðar og hún skipti ekki máli. Og ég var svona eiginlega bara komin á það stig sko að láta hana bara eiga sig. En þá gerist það að ég sé Nýja testamentið, bláa Gídeon testamentið heima. Það var ekki mitt, það var systur minnar því ég var löngu búin að týna mínu. Og ég byrjaði eitthvað að skoða það, hugsa bara nú gef ég þessu eitt síðasta séns. Og ég var bara algjörlega gripinn og bara gat ekki sleppt. Og það var bara það sem kom þar fram, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, þess að hver sem á hann trúi glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Það bara greip mig og bara það átta mig á því að viðurkenningin sem ég var alltaf að leitast eftir, hún var löngu komin. Hún var bara komin, þú ert mitt elskaða barn. Ég skoðaði ekki einu sinni heimasíðu guðfræðideildar áður. Nei. Ég bara mætti, ég ætlaði að skrá mig í guðfræði og það bara upp frá því hófst bara þetta ævintýri sem ég sé nú ekkert eftir. Sko. Nei, og sér ekki fyrir endan á. Og sér ekki fyrir endan á, sko. En þetta er svolítið góðu punktur með barnatrúna, af því hún hefur líka verið svolítið í umræðinni. Jón Gnarr talaði nú að skrifaði barnatrúna ekki alls fyrir löngu og hvernig svona hún lifði með þjóðinni en væri svo rökrétt og óraunsæ. Já. Og það eru þetta, sko, þetta segir fólk gjarnan og maður vil náttúrulega ekki einhvern veginn fara að slá á það einhvern veginn. Að það haldi alltaf í sína barnatrú og þá kannski meinar það kannski það sem að því var gefið í æsku og fekk í uppvextinum, kannski frá ömmu og afa, mömmu og pappa eitthvað svona. En það í sjálfu sér kannski að lifa eftir barnatrúnni, sko, kannski pínlítið svo alltaf að trúa sér í fyrstu skóna, sko, sem að maður fekk, sko, þegar maður byrjaði að ganga. En það eiga margir fyrstu skóna, en bara sem, mér finnst ekkert flóknara en að vera með sunnudagaskóla og segja börnum biblíusögur. Það er að flóknasta sem ég geri í þessu starfi. Vegna þess að það eru bara ákveðnir hlutir sem að maður hefur ekki forsendur til þess að meðtaka og nýta sér fyrir maður er búin að fá að bragða svolítið að lífinu. Er það ekki, Jónlísa? Jú, ég held það nú. Og maður þurfi að vera svona, sko, það er ýmislegt sem að Jesús segir og boðar sem að bara, maður getur eiginlega ekki skilið fyrir maður er bara búin að lifa dálítinn tíma og lenda í ýmsu og þá getur maður skilið það einhvern veginn rétt.
En eða rétt, hver veit, hver skilur þetta rétt, skilur, við enginn okkar hefur lokað svarið við því. En mér finnst eitt sem svolítið spennandi fyrir áhærendur að heyra og heyra ykkur segja frá. Og það vegna þess að nú ert þú 26 ára þegar þú ferð inn í þetta starf og þú ert 50. Sko, hvað fannst ykkur erfiðast við að byrja í presskap? Ef að þú grípir boltan, mín kæra. Já. Ég veit nú alveg hvað mér fannst erfiðast, ég var bara mjög óörugg, sko, ég var ekkert eins og maður segir kirkjuvön og hún var, sko, ég var mjög trúarlítil stúlka alltaf í sunnudagsskóla og náði í ömmu mína hérna upp í Rósenborg sem þá var Rósenborg, öfum með við Erlandsveg. Mér finnst að ég hafi náði hana neðan af Eyri í hverja sunnudagsmessu líka, sko. Og pabbi veikist þegar ég 9 ára og þá man móðursystir mín eftir mér biðjandi á kvöldin þegar ég hjá henni og svona ég mand ekkert en ég bý alltaf að því að amma mín kendi mig versabænir og allt það en svo bara kemur þarna alveg eyða og ég eins og ég segi bara allsendis óvön því að starfa í kirkju þó maður fái smá, þú veist ég var í starfsþjálfun. Ég man alltaf þegar Svavar sagði einhvern við mig, ég var alltaf svo stressað þegar ég var að fara inn og hann sagði hérna það þarf ekki að vera hvíldu í Guðsþjónustunni og hvíldu í hendi Guðs og eitthvað. Ég tók þetta svo ósalega með mér eftir það. Það er ekki ég sem að performera hér eitthvað og ég þurfti að læra að slaka á gagnvart því og ég var voðalega upptekin á þessum reglum öllu sem maður lærði í guðfræðideild að ég mætti ekki gera vitlaust og ég fór eiginlega heilagur andi fljúga út úr gluggann. Já, og hugsaði að hann gert það maður og allt mér að kenna. Af því þú snerið þér frá altarinu þegar þú snúið að því. Og bara, og sneri ekki réttan ring en hérna þá erum við heilagur andi bara farin í orlof ef þetta væri þannig með mig því ég sný aldrei rétt neins. Nei, svo fer maður að slaka náttúrulega á og ég fann mig mest í aðlismessunum og svo seinna niður á Kanarí þegar ég var þar í 7 vetur að þjóna mínum íslenska heima tilbúnumsöfnuði og bara gat byggt þetta upp sko eins og efni stóð til, ég var náttúrulega ekki organista og ekki neitt. En ég er mjög sko einlæg í minni trú og það er ekkert sem að mér þykir vænna eiginlega en að geta komið henn á framfæri og rætt við efasemda fólk og fá að, þú veist, miðlenni og vera til staðar svona, sálgæslan og það. En hérna, hvað fannst þér, Jón Ómar, þú varst að byrja? Ég er svona svolítið feimin að eðlisfari. Ég er ekkert svona mikið fyrir sviðsljós og mér finnst ágætt að vera svona bak við tjöldin og vera ekkert mikið alltaf með mækin að tala. Þannig að hafa svona... Alveg eins og ég vilja þið líka svona. Og það var eiginlega svona að þurfa að vera maðurinn, þurfa að hafa alltaf eitthvað sniðugt að segja, sko, með svona leiðstundu þannig. Ég þurfti alltaf, sko, nú þarf ég að segja eitthvað sniðugt. Og svo kannski fannst mér ekki að hafa neitt sniðugt að segja, mér langaði ekki að segja neitt, en svo endaði ég að segja eitthvað. Og það var svona, að vera svolítið feimin og þurfa að takast á við það. Og það byrjaði náttúrulega, ég var að gera það alltaf þegar ég var að starfa í æskulýðsstarfinu sem leiðtogi í kirkjunni og í KFUM og í sumarbúðunum. Og þá var maður alltaf að takast á þessar feimni. Svo var maður búinn að yfirvinna feimnina gagnvart börnunum og svo var bara að taka á næsta skref fullorðna fólkið og fór maður skref fyrir skref. Það var þetta og líka að það syngja messu, sko. Það fannst mér stressandi, sko. Og því ég náttúrulega lærði ekkert neitt söng beint, sko, nefnum bara hann aðeins í guðfræðideildinni. Svo átti maður að fara að syngja messu. Svo var ég loksins búinn að ná Gregornum núna síðasta haust. Þá átti ég að fara að syngja hátíðamessu, sko, með jólatóninu. Það er náttúrulega rosalegt, sko. Og svo komst ég að því að það er ekkert alltaf eins. Það breytist bara eftir hátíðum, þannig að ég þarf alltaf að læra nýtt. Ég er svo ósvífin að ég læt sko einhvern kórnum syngja það fyrir mig af því að það er hagur safnaðarins að hlusta ekki á mig syngja á tíðatóni því það er skrifað fyrir tenor og ég er það ekki og það er bara gott að útdeila sko, láta þá sem að gera þetta best bara sjá það sko. Einmitt. Það er líka mjög gott sko. Einmitt, það er nefnilega. Og ég reyndi nú að segja það við Valmar en hann sagði nei, þú gerir þetta. Hann hefur haft ofurtrú á þér. Hafið þið ekki upplifað það og í ykkar störfum
hvað prestar eru beðnir ótrúlustu hluti. Þú veist, ég meina, ég hef sko kynnt á tískusýningum, skiljiði, bara svona að ég nefni eitthvað sem ég dettur í hug. Og svo náttúrulega maður skemmta á einhverjum kvennakvöldum og skemmtikvöldum og svo hefur maður bara gengið inn í kannski aðstæður sem maður getur ekki sagt frá í sjónvarpi sem eru svo ótrúlegar og kynnst svo mörgum flötum sko mannlegs lífs. Eigið þið eitthvað svona sem að þið getið sagt frá sem að var svona eitthvað óvenjulegasta sem að þið hafi verið beðin að gera í prestarvinnu? Ég dæmdi einu sinni í smákökukeppni. Það kom mér mest óvart að vera beðin það. Já, það var mjög gaman. Já. Og það var upp á Hlíð, sko. Það var alveg, smakkaði þar held ég einhverja 14 sortir. Já. Mér þótti það mjög gaman og ég hélt einmitt að ég var ætti að segja eitthvað svona fallegt jólin eða eitthvað, ég átti bara að smakka smákökur. Þannig að ég bara gerði það. Já. Og svo hef ég líka svona nokkuð, mér finnst það svona mjög oft verið beðin að vera með bingo, að snúa bingohjóla og lesa tölur. Mér átti eftir velt í fyrir mig. Og svaka góður í því, ertu alveg með tvistið, sko? Ég sný mjög vel, sko. Ég er mjög fljótur að snúa og næ góðum tölum upp úr. En þú, Jóna-Lísa, hvað er eitthvað svona sem þú manst eftir? Nei, ekki í rauninni, en þessi tilfinning sko að þegar við erum beðin að koma fram einhvers staðar þar sem fólk að gleðjast og og hafa það bara stutt og skemmtilegt og bara einfalt, þú veist, og og bara létt. Og svo kemur maður líka stundum inn í aðstæður með eitthvað sem maður er svona búin að undirbúa og horfir yfir hópinum og svona, nei, þetta get ég ekki nota hér. Nei, það er rétt. Nú verð ég bara... Já, maður bara allt í einu les salinn og bara, ok, þetta er ekki að fara að virka sem ég hafa búin að segja. Ég hef lent í þessu náttúrulega. Þetta verður, og maður verður bara að hlýða því. Þá er maður að... maður bara bjarga sér. Bara bjarga sér, já. En svona að lokum, að því að ég getur svo sittið með ykkur hérna bara alveg í marga klukkutíma og rætt þetta. Ég vona að þessi þáttur verði ekki hafður svona að upphafstefi á áramótaskaupinu þegar prestarnir sátu og töluðu starfið sitt, þetta geti alveg orðið, sko. En allan geti komið fyrir í þættinum hjá Frosta á Mána eða eitthvað svoleiðis, það getur verið. Það er gaman að því. En sko lokum, þetta er ótrúlega stór spurning. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur bara framtíð kirkjunnar á Íslandi í dag? Sko, á þetta ekki eftir að hlutverk kirkjunnar einhvern veginn, á það eftir að breytast? Hvað sjáu þið fyrir ykkur? Hvað segir þú? Já. Glerár prestur. Já, ég alltaf haldið þetta ætti eftir að breyta, sko. Ég haldið það mjög lengi. En svo við erum ekki eins fljót að breyta á Íslandi og ég hélt, sko. Þetta tekur langan tíma. Manni líður stundum eins og öll spjótin standa í kirkjunni og þetta sé nú allt bara að hrynja og allt. Ég man alltaf eftir því að vinur minn, hann var í Haítí þegar að jarðskjálftinn var 2010, Halldór Elías djákni. Og hann sagði frá því eftir að þegar upplifun sinni, það var allt hrunið. Og þeir voru þarna útlendingarnir saman á einhverjum flugvelli að gista og þeir heyrðu söng alla nóttina. Það var allt hrunið og svo fréttið hennar var fólki að syngja sálma. Sálma vonar, sko, alla nóttina. Þannig að meðan allt var hrunið, þannig að ég reyna að hugsa það með kirkjuna, sko, að söngurinn mun óma áfram og orðin mun hljóma áfram, eða sama hvað gerist. Þannig að við stöndum bara vaktina eins og við erum kölluð til. Þannig að, jú, þetta breytist, en ég er ekkert upptekinn af því hvernig það breytist. Af því þetta er kannski ekki á endanum, er þetta ekkert í okkar höndum. Nei, einmitt. Þannig að við getum bara slakað á og bara vandað okkur í þessu starfi. Það er einu sem það er mikilvæg krafa að við vandum okkur og séum honum Jesú til sóma bara í því sem við erum að gera. En ég meina kirkjan stendur ekki fellur með okkur prestunum. Nei. Fólk heldur það svolítið, einhvern veginn. Og ég veit ekki hvort að við höfum gefið þá mynd af okkur, en það er náttúrulega bara út í hött, því að kirkjan er ekki bara eitthvað við prestarnir, við erum bara þarna þjónar, eins og þjónar á veitingastað, sko, sem berum fram matinn og tökum við pöntunum á fólki, og það stendur ekki allt og fellur með okkur, ef kirkjan væri bara við prestarnir, ég meina þá náttúrulega, þá væri ekki mikið spunnið í þetta, sko, þá væri þetta náttúrulega þund held ég, sko. Já, það hefði ekki vara svona lengi hjá okkur. Nei, ég held ekki. Vilt þú bæta eitthvað við þetta? Já, ég er bjartsýn alltaf af því að
Kirkjan hefur farið í gegnum ótal hreinsunverð að liggur við. Ég meina, hún rís alltaf, hún hrynur ekki. Kæru vinir mínir og kollegar, það var gott að spjalla við ykkur og takk fyrir komuna, Jóna Lísa og Jón Ómar. Og við þökkum fyrir samfylgdina. Ég vona þið að við haft gleði og gagn af þessum þætti. Sjáumst aftur í næstu viku.